Heyrðu, Gulli, ég ætla bara að byrja því að óska þér til hamingju með nýja samningi og afmælið þitt. Já, þú ert ekki að byrja því samt. Ég ætla að gera það núna. Já, þú endar á því. Takk fyrir. Við erum að klippa þetta þannig, ég byrja. Já, ég skil. Heyrðu, takk fyrir þetta, Gulli. Heyrðu, strákar, það stutt í ferðalagið. Þið farið á morgun til Vaduz, til Liechtenstein og þið hafið verið þarna og spilað. Littbarski muss sich einiges notieren, wird vor allem den defensiven Bereich betreffen. Steinarsson mit dem 2:2. Was ist das für ein Spiel im Rhein-Park-Stadion? Gudmund Steinarsson mit seinem zweiten Saisontor. Schalons erzürnt. Da wurden alle überrascht von diesem Weitschussversuch von Gudmund Steinarsson. Auch der FCZ-Goalie Johnny Leoni. Da kommt die Situation nochmals. Gudmund Steinarsson nicht angegriffen. 35 Meter die Distanz zum Tor. Leoni steht zu weit vor seinem Kasten und kommt deshalb nicht mehr an diesen Ball ran. 2:2. Steinarsson, der in seinem allerersten Spiel Anfang Februar gegen den FC Aarau getroffen hat. Seither ist ihm kein Treffer mehr geglückt. Það svolítið skemmtileg tilviljun að fá síðan þetta félag. Já, við erum, þetta er draumadrátturinn fyrir okkur allavega. Við rættum það svo sem fyrirfram og við erum mjög spenntir að fara aftur á heimaslóðir. Við vorum þarna fyrir 10 árum og við leifum mjög vel þarna. Fjölskyldur okkar með og bara góði tímar, heilt yfir. Hvað er svona eftirminnilegast þarna, Gumi? Hvernig? Það er náttúrulega bara, við vorum að fá að kynna svona atvinnumennsku í fyrst skipti og það var svona skemmtileg upplifun og svo náttúrulega líka bara, eins og Gulli segir, fjölskyldur okkar tengdust mikið og ásamt Stefáni Þórðarsyni og bara frábær tími að vera þarna. Og hvernig gekk svona á þessum tíma? Þetta var árið 2000 eða ekki? 2009. Það er alveg svona langt. Liðinu gekk ekki vel. Gummi skoraði fyrsta leik beint aukaspyrnu og við gerðum okkar allra besta fyrir liðið en það var svolítið höfuðlaus herr. Píri Littbarski var að þjálfa þarna á þessum tíma. Hvernig var svona í kringum hann? Bara fínt eða ekki? Fylglega Guðmund að svara. Hann, mikill knattspyrnu góðsögn og búinn að taka þátt í einhverjum 3 lokakeppnum á HM og meðal annars heimsmeistari. Hann stóð ekki undir því sem þjálfari að vera svona fyrrum heimsmeistari. Hann var ekki alveg eins og fólki flest. Hvorki sem þjálfari né bara manneskja. Hann er bara ekki alveg bara góð manneskja eins og maður segir. Og það er eitthvað svona, hvað maður segja, innan svega skemmtilega minningar frá þeim tíma? Frá Littbarski tímanum? Nei, ekki svona þannig séð, en náttúrulega tíminn að núti var frábær og þrátt fyrir að kannski fótboltalega þetta ekki gengið, þá kynntustu mikið af mönnum og fólki kringum félagið og veran að núti var frábær og það kannski eina sem skeið á þetta var í rauninni það sem við fórum uppalega að gera, það var fótbolti. Allt annað var í rauninni bara frábær sko, umgjörðinni kringum klúbbinn og svona vinalegur fjölskylduklúbbur og þannig að það var, þetta er eftirminnilegur tími. Talandi það með fjölskylduklúbbur, er þetta svona svipað upplegg og hjá okkur í Blikunum? Nei, ekki beint. Þetta er náttúrulega bara atvinnum. Við vorum í svissnesku efstu deildin að spila og þeir eru núna í B-deildinni. Þetta er náttúrulega bara atvinnumannaklúbbur og þetta er mjög lítið, það er ekki mikið áhorfendur sem koma en það er vel haldið utan um allt þarna. Þetta er svona stolt eira þarna. En eins og okkar fjölskyldur leið mjög vel hérna í kringum félagið líka og þannig að kannski næsti sem atvinnumannaklúbbur verður að vera svona líkt við íslenskt félag. Og ykkur sem komu með Liechtenstein sem voru að spila með ykkur eða
Ykkur ennþá að spila þarna sem að þið voruð að... Ekki í Vaduz. Nei, það einn sjúkurþjálfari ennþá eftir hérna. Hann kom samt ekki daginn en hann ennþá starfandi. Þú fórst þarna út daginn. Já. Og ég meina allar aðstæður eru góðar og... Já, þetta er náttúrulega þeirra þjóðarleikvangur sem við spilum á og hann flottur. Og ekki stór svona upp á stúkur og annað að gera en það stúkur allan hringinn og svona ég bara svona professional völlur og þannig að það verður ekkert að kvarta yfir því. En það verður allan að vel tekið á móti ykkur og Blikunum bara alveg. Já, það klart gott fólk hérna. Já, mjög gott fólk. Klárir í bátana? Klárir í bátana. Já. Góð daginn, nú ertu komin í viðtal hjá Blika TV fyrir leikinn á móti Vaduz í Liechtenstein. Ef við gerum aðeins upp þennan leik á móti fyrir leikinn sem var hér á Kópavogsvellinum í fullu húsi. 0-0, góð vörn spiluð, en lítið sóknir. Já, bæði lið fóru varfærnislega inn í leikinn fannst mér og við ætluðum að þetta, vorum búin að fá eitthvað mörkum á okkur í leikjunum í deildinni þannig að við þurftum að loka fyrir og ekki að fá á okkur mikið hættulegum sóknum og færum og mér fannst það takast nokkuð vel hjá okkur. Það oft vont að fá útivallarmark á sig og þurfa að fara að vinna upp eitthvað fórskort á útivalli en við förum, já, ekki að segja bara með mikla trú og fara í gegnum Vaduz. Við þurfum að skora útivalli og það dugar okkur held ég því við ætlum að fara aftur og enn þéttari en við vorum í fyrirleiknum Já, talandi svona, hverja sérðu svona möguleika okkar á þessum leik svona í útileiknum með að við heimaleikin? Ég held að það verði mjög svipaður þessi leikur. Við ætlum að vera þéttir og gefa lítið á okkur en mögulega halda leiknum svona í jöfnu svona fram á kannski 15 mínútur eftir eitthvað svoleiðis og setja mark á því eða mögulega bara setja mark á því fljótlega og reyna þá að verja mark okkar. En ég finnst við vera, þetta ólíku fótbolti sem við spilum kannski, þessi lið en við þurfum að komast í gegnum þennan mótherja til að já, við viljum fara áfram. Kom spilamennska þeirra eitthvað á óvart? Nei, við vorum búin að skoða það vel og mér fannst þeir bara eiginlega nákvæmlega eins og ég bjóst við. Góður á boltann og góður að halda bolta innan liðs. Þeir eru brotaktir varnarlega, sérstaklega ef við náum að sækja hratt á það og það lykillinn að sigri. Ef við skellum okkur yfir í leikmannamálin, eitthvað nýtt? Nei, í rauninni ekki. Við erum bara með okkar hóp og erum nokkuð sáttið við hann. En sjálfsögðu ef þetta inn einhver góð nöfn sem að styrkja okkur, þá skoðum við það. Farið út á morgun, það er búið að plana ferðalagið, allir klárir? Allir klárir og við erum að fara núna að fundur á eftir og við förum yfir prógramið úti. Þannig að það er svona loka hnykkurinn á ferðina, við förum svo í nótt, Keflavík og mætum í sólina í Liechtenstein. Og með kremið? Fara með kremið og við erum líka en við erum átt okkur af því að við þurfum að undirbúa okkur vel til að komast áfram, það er mikið í húfi fyrir okkur. Það verður gaman að fá einn að koma á svo annan anstæðing í næstu umferð, það verður skemmtilegt en við þurfum að hafa fyrir hlutunum. Þetta verður erfitt verkefni en ekki óyfirstíganlegt. Látum þetta vera síðustu orðin. Takk fyrir. Takk.